Hluthafasamkomulag, uh, það er enga veginn nein skylda hjá stofnendum að vera með hluthafasamkomulag, en ég mæli algjörlega með því að ef það er einn eða fleiri stofnandi, þá finnst mér í rauninni nauðsynlegt að hafa hluthafasamkomulag. Hluthafasamkomulagið er í rauninni bara skjal sem er útbúið af stofnendum sjálfum, og í þessu skjali eru þeir að tilgreina hvernig þeir ætla að starfa saman og hvert hlutverk hvers eins er og hver og einn leggur inn í fyrirtækið, og þar er líka tilgreint hvað eigi að gera ef eitthvað svona ósætti koma upp. Og ég get alveg lofa ykkur því að ef þið eru að fara í fyrirtækjarekstur með öðrum aðila, ef það er fleiri en einn stofnandi, það mun alltaf koma upp einhver ósætti á einhverjum tímapunkti. Það er eiginlega bara svona eiginlega bara fylgir þessu, og þess vegna er svo gott að hafa þetta hluthafasamkomulag, þá eru þið með fyrirfram ákveðnar leikreglur hvernig þið ætlið að díla við þessu ósætti sem á að koma upp. Eitt mikilvægasta ákvæði sem þarf að vera í öllum hluthafasamkomulögum, að mínum mati allavega, er það sem kallað er Mexican Shootout, sem skilgreinir þá ef að í rauninni allt er farið á allra versta veg, ef stofnendur geta ekki lengur starfað saman og vilja losa sig út úr samstarfinu, að þá er hægt að notast við Mexican Shootout, sem í svona sinni einföldustu mynd felst í því að ef ég og þú stofnum saman fyrirtæki og við erum ekki búin að komast að því að við getum ekki starfað saman lengur, að þá get ég gert þér tilboð í þinn hluta á okkur ákveðnu gengi, og þú þarft annaðhvort að taka því tilboði eða kaupa mig út á sama gengi og ég bauð þér. Það er það sem Mexican Shootout gengur út á, og ég get alveg lofað ykkur því að það að hafa hluthafasamkomulag til staðar getur sparað ykkur marga mánuði eða jafnvel ár af erfiðum rifrildum, kvíða, stressi og leiðindum. Og ég hef séð í rauninni allt fara í háaloft hjá bestu vinum og ljúfasta fólki leið og eitthvað verðmæti eða eitthvað fyrir að vera til í fyrirtækinu. Þannig að eins og ég segi, ég mæli bara algjörlega með því ef það er fleiri en einn stofnandi, útbúið hluthafasamkomulag og skráið allt niður í upphafi. Það mun auðvelda ykkur lífið töluvert.